Góðan og blessaðan daginn öll sömul. Ég ætla að fá ykkur, þeir sem eru komin búin að tengja ykkur inn og eru ekki með hérna framsögu, að fá ykkur til að slökkva á mikrofónunum og myndavélunum hjá ykkur. Heyrðu, þá klukkan orðin 1 og rétt rúmlega og þá held ég að við byrjum bara þennan upplýsingafund. Þetta upplýsingafundur sem ætlaður fyrir gististaði sem að taka á móti gestum í sóttkví. Það að segja þessa skemmri sóttkví, þessa 5 til 6 daga. Og Elías heiti ég og Gíslason og kem frá Ferðamálastofu. Og þetta það sem við ætlum að fara hérna aðeins yfir í dag, að þau sem eru með framsögu og svörun fyrirspurna, það frá embætti landlæknis af sóttvarnasviði, það Guðrún Aspelund, Kamilía Sigríður Jósefsdóttir og Íris Marelsdóttir og svo hann Jóhann Björn Skúlason frá rakningateymi almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og embætti landlæknis. Hann líka með okkur. Þegar maður segir að að koma til tím, að tala við karlmaður. Ég ætla að fá ykkur til þess að slökkva á mikrofónunum, þau ykkar sem voru að koma inn núna og hérna myndavélum. Takk. Nú en þetta það sem við ætlum að fara svolítið yfir í dag, eða þau, réttara sagt. Það eru nýjar reglur á landamærunum sem tóku gildi þá núna á miðnætti. Það skimun og seinni sýnataka ferðamanna. Það ferðamaður í sóttkví á Íslandi, hvað má og hvað má ekki. Kröfur til gististaða sem að bjóða ferðamenn að dvelja í sóttkví. Nú viðbrögð þegar grunur vaknar smit og ferli smitrakningar og síðan eftirlit með ferðamönnum í sóttkví. Það ég ætlaði bara rétt að benda ykkur á það að það mikið af efni komið inn á vef Ferðamálastofu, það að segja undir COVID-hnappnum á vef Ferðamálastofu, þar mikið af efni sem að þið getið notfært ykkur. Það meðal annars þessar breyttu reglur sem á landamærunum sem tóku gildi núna 19. ágúst, bæði á íslensku og ensku. Það listi yfir gististaði sem að bjóða velkomna gesti í sóttkví og þessi listi það ágætt að ítreka það hér, hann eingöngu ætlaður gististöðum sem að eru með gild leyfi og menn það eitthvað það að gististaði sem eru með leyfi sem hafa dottið úr gildi þarna inni, þannig að ég bið ykkur að ítreka það við ykkur að ef að leyfin ekki í gildi hjá ykkur, að laga það, sækja þá til viðkomandi sýslumanns. Og einnig að muna að ef að þið viljið fara út af skránni, að afskrá ykkur. Send okkur tölvupóst hjá Ferðamálastofu að þið viljið vera tekin út af þessum lista. Síðan þarna líka listi heilsugæslustöðvar, það að segja hvar seinni sýnataka getur farið fram. Það semst heilsugæslustöðvar vítt og breitt landið og þau fara betur yfir það á eftir hér hjá landlækni. Nú og síðan svona bara praktísk mál út af fundinum núna. Það að hafa slökkt á myndavélum og hljóðnema og með fyrirspurnir að við tökum þær ekki í gegnum mikrofónin, heldur í gegnum tjattgluggann. Þið sjáið væntanlega inn á skjánum hjá okkur, inn á Teams, að það tjattgluggi þar að setja fyrirspurnirnar þar inn skriflega og þá svörum við þeim. Nú ætla ég að gefa þeim orðið hjá landlækni, þannig að bara gjöru þið svo vel, en ég ætla að stýra glærunum, þannig að þið kannski bara látið mig vita þegar þið viljið að ég fletti fyrir ykkur yfir á næstu glæru. En bara gjöru þið svo vel, þið hjá landlækni. Já, takk fyrir þetta Elías og Ferðamálastofa. Við sitjum hérna niður í Katrínartúni, mín Kamila og hann Jóhann. Og byrjum bara á því að þakka ykkur öllum sem að hlusta
fyrir að vera með og fyrir að taka þátt í þessu verkefni. Við erum öll að læra og erum að gera okkar besta miðað við þá þekkingu sem við höfum og það var semst að ríkisstjórnin tekur þessa ákvörðun að frá með deginum í dag verði allir komufarþegar skimaðir tvisvar, fyrst leið og lenda, svo þurfa þeir að fara í sóttkví, áður var það heimkomu smitgát og hvert fara menn í sóttkví? Jú, þeir koma til ykkar og síðan þurfa þeir að fara aftur í sýnatöku og eftir það eru þeir frjálsir ferða sinna. Þannig að allar þessar leiðbeiningar eru komnar inn á vef landlæknis og þær eru því sjáu þetta sem að er á glærunni er beint upp af vefnum. Þannig að sóttkví á milli sýnataka er það sem er núna komið til ykkar sem verkefni, þið sem hafið ákveðið að taka þátt í þessu verkefni með okkur, en þá er í boði að fara í sóttkví í 14 daga. Ef fólk velur ekki í sýnatöku að geta fyrir í sóttkví í 14 daga og við höldum að það verði bara Íslendingar sem eru búsettir hér sem muni prófa það úrræði. Þannig að ef hins vegar sýnataka ef fyrsta sýnataka er jákvæð, þá fara menn í einangrun, þurfa ekki að ágjöra því. Það er þessi neikvæði, þeir skimast neikvæði komu, þá er að fara til ykkar og vera hjá ykkur í 5 daga, cirka bát, þeir eru búin með sitt í sýnatökur og þá geta þeir farið. Og þetta segir okkur svolítið að þið eru meir en hótelhaldarar, þið eru gestgjafar og þið eru að þjónusta fólk. En hins vegar höldum við líka að þetta verði ekki margir, þetta er þvingunaraðgerð og við höldum að margir muni hætta við að koma. En það skiptir heldur ekki máli því við viljum líka að þetta verði, við erum ekki alveg að sjá að COVID sé að yfirgefa okkur, þannig að þetta úrræði verður að vera til staðar. Við verðum saman að finna leið fyrir ferðamenn og aðra sem koma til Íslands til þess að vera hérna og finnast þeir öruggir. Þannig að fyrsta kannski það sem við byggjum ykkur er að þegar þið takja á móti fólki sem er að koma í sóttkví, það þarf að finnast að vera velkomið og það þarf að finnast að vera öruggt hjá ykkur. Þannig að því þarf að líða vel þó það sé aðstæður sem það vildi kannski ekki endilega vera í. En hérna, viltu bæta ykkur við þetta, Guðrún? Nei, þetta er bara mjög skýrt. Ég ágætt kannski bara renni yfir þetta og svara svo spurningum. Já, þá förum við á næstu gleru. Það er kannski eitt sem að ég held að sé svolítið mikilvægt að komið þarna fram og er þarna á neðsti punkturinn. Það er að börn sem eru fædd 2005 og síðan, þau eru undanþegin í sóttkví og sýnatöku, ekki rétt? Jú, börn sem eru á grunnskólaaldri, þau eru undanþegin, þau eru frjáls. Já. En hérna Elías, ég ætla að prófa þetta take control, ég ætla að gá hvort það virki, þá getur verið að þú þurfa að gefa mér aðgang. Sjá hvort það gangi. En hérna er það seinni sýnatakan og þegar að seinni sýnataka ferðamannsins fer fram, þá er hann hjá ykkur og ferðamaðurinn á að fá strikamerki sent í tölvupósti daginn áður en hann á að mæta í sýnatökuna. Þegar hann fer í sýnatökuna þá á hann að vera við skilríki og strikamerkið tilbúið. Hann þarf að mæta á réttum tíma og það er mismunandi fyrir hverja stöð hvort panta þarf tíma. Og það eru mismunandi opnunartímar, en við erum með það inn á vefnum og komum inn í það á eftir hvert ferðamaðurinn á að fara. Þannig að ferðamaður sem staddur í Borgarnesi getur farið í sýnatöku í Borgarnesi, ferðamaður sem staddur á Akureyri getur farið í sýnatöku á Akureyri. Ég held sé ekkert meira um þetta að segja. Þetta eru staðirnir. Og það er nánar á vefnum hérna fyrir neðan, þá er slóðin á vef landlæknis og þar koma alveg heimilisfangið, símanúmerið og opnunartíminn. En þetta er Reykjavík, Keflavík, Selfoss, Eyjar, Höfn, Egilsstaðir, Akureyri, Ísafjörður, Stykkishólmur og Borgarnes. Þannig að menn þurfa ekki að vera að keyra neitt rosalega langt til þess að komast í seinni sýnatöku.
Og næsta. Nú fóru glærurnar eitthvað. Getur þú sett þær í? Já, Elías er að vinna í þessu. Já, það best að hann hafi þetta bara. Ég setti óvart á stopp, presenting. Það best að brosa bara. Þannig að þarna, og þá erum við komin að ráðgjöf. Þetta svona það sem á við alla. Að þetta er það sem við biðjum ykkur að segja við ferðamennina, gæta að handfóti og þeir verða að fylgja þeim reglum sem eru sóttkví og þeir eiga að þekkja þar, að þeir eiga að vera kýrir. Við förum aðeins yfir það á eftir á gistiheimilinu eða hótelinu og við biðjum ykkur að hafa handsprit fyrir þá. Þeir eiga að forðast aðra og þeir eiga að bara passa sig og sína heilsu og halda 2 metrum. Þetta er bara svona almennt sem á við alla. Við ætlum ekki að dvelja við þetta. En hvað má hann og hvað má hann ekki? Hann má sækja nauðsynlega læknisþjónustu og þá þarf gistiheimilið hugsanlega aðstoðan ef hann verður veikur af ykkur öðru. Að þá þarf aðstofan við að finna heilsugæsluna. Hann má fara í gönguferð, en þá á hann að vera ekki á okkur fjörð, hann á ekki að vera á Geysi eða Gullfossi eða í Ásbyrgi eða í Hljóðaklöttum. Hann á að fara á fáfarinn stað og halda ef hann mæti fólki að fara þá víkja. Hann má fara út að keyra, hann má út í garði fyrir utan hótelið ef hann er langt frá öllum öðrum, ef hann er stór garður og þá má hann fara út. Hann má ekki fara í strætó. Hann má ekki fara á fjölmennastaði, hann má ekki fara út í búð og hann má ekki vera í sameiginlegu rými, hann má ekki vera í matsalnum eða í anddyri gististaðarins. Ég veit ekki hvort að Kamila vill bæta ykkur við. Já, hann má ganga andyrið og móttöku og þess að tala, hann má ekki að setjast þar niður og láta fara vel sig í einhver tíma. Nei, hann þarf að vera sér. Og þetta er mjög vel skilgreint, hvað má og hvað má ekki þegar maður er í sóttkví. Má ég kannski bæta einni spurningu þarna bara af því að við erum að fara yfir þetta? Já. Þannig að gestir, þeir þurfa ekki að hafa sér inngang inn í sína herbergisálmu. Þó svo að það væri æskilegt, en þá þarf það ekki að vera svo. Nei, það er best, en það er best. En það er ekki, en hins vegar ef það er ekki sér inngangur, að þá þarf sá sem er í móttökunni kannski svolítið að vera á varðbergi. Beðja aðra gesti hingrað aðeins, það er hjá mér maður núna sem er að skrá sig í sóttkví, getið þið hingrað, hann þarf að vera svolítið vakandi fyrir sínum gestum. Þá eykst krafan á stjórnunina. Þetta er svolítið eins og bara gildir fólk sem er búsett hér og býr í fjölbýlishúsi, að það þarf að geta gengið inn og út úr sinni íbúð, en það þarf þá líka að hafa varan á gagnvart þeim sem að búa í húsinu sem er ekki í sóttkví. Nú þá er það kröfurnar til ykkar. Hvað þurfið þið að geta og hvað þurfið þið að vita til þess að geta verið örugg í þessu verkefni? Þið þurfið að þekkja reglurnar sóttkví, þið þurfið að lesa þær og þær eru inn á vef landlæknis. Þið þurfið að vera með herbergi með sérbaði í sérálmu þarna vantar ef þess er nokkur kostur. Þið þurfið að vera búin að setja birgðir til 5 sólarhringa inn á herbergi og þá eru aðallega sápu, salernispappír og handklæði. Og þið þurfið að tryggja að inn á herberginu sé auðvelt aðgengi að upplýsingum COVID. Það gæti verið bara að vera búin að setja inn slóðir á helstu upplýsingavefi eins og COVID-19 og landlækni. Þið getið líka ákveðið að prenta eitthvað út og láta það liggja frammi. Það er svolítið ykkar, en aðalega að gesturinn ykkar viti hvað hann fær fleiri upplýsingar.
Þið þurfið að vera tilbúin að aðstoða gesti við öflun aðfanga, hann á að geta pantað sér mat og þá farið þið með það bara herbergisdyrum og skiljið eftir þar ef hann pantað sér pítsu eða eitthvað slíkt. Og ef hann vantar lyf, þá biðjum við ykkur að hjálpa honum við að panta lyfin og sækja þau í lyfjabúðina og aftur skilja þau eftir fyrir utan dyrnar og hringi hann. Veita gestum upplýsingar seinni sýnatöku, hvar hún fer fram og klukkan hvað og ef til vill hjálpa þeim að finna símanúmerið ef það er eitthvað sem stendur í þeim og er erfitt. Og síðan ef þið sjáuð að ykkar gestir eru ekki að gera eins og þeir eru verið beðnir og þið eruð búin að reyna að upplýsa þá og segja þeim hvað þeir eru að gera rangt og leiðbeina þeim, þá er eina ráðið að upplýsa lögregluna að þetta sé ekki alveg svo þið myndu vilja helst hafa þetta. Eitthvað sem ykkur vill bæta við, Guðrún eða Kamilla eða Jóhann? Það er kannski bara varðandi lín og klósettpappír og þess það eru 5 sólarhringar frá komu í seinni sýnatöku, svo tekur það vel sólarhring að fá úr henni. Þannig að þau eru ekki laus og sóttkví fyrir en að þeir eru komnir með neikvætt úr seinni. Þannig að það er kannski ekki vera mjög ströng á þessu 5 daga, ekki reikna það mjög nákvæmlega, frekar með svona 5 til 7 bara til að vera örugg. Ekki samt setja svo mikið inn að ef að viðkomandi er svo jákvæður að þeir þurfa að losa ykkur mjög mikið af klósettpappír sem hann geti hafa verið að handfjalla. Já, það er ekkert algilt í þessu. Já, Guðrún, gjör svo vel. Ég þarf bara kannski að bæta við að það er líka allt í lagi, held ég að skilja eftir fyrir framan dyrnar hjá fólki. Það þarf ekki að hafa neinn samskipti eða snertingu beint tengsli, fólki vantar eitthvað auðvitað í þessa 5-6 daga eða hvað verður og þá er hægt að setja það fyrir fram dyrnar og þau geta tekið það. Já. Ok, þá höldum við áfram. Nú viðbrögð fyrir ef að þetta er það sem við fáum átt spurningar nú hvað ger ég ef að ykkur verður veikur? Við settum inn góða leiðbeiningar í leiðbeiningar til starfsmanna í atvinnulífinu og þannig er hlekkur á það og þar myndu þið finna góða leiðbeiningu hvernig að þrífa en fyrstu viðbrögð það er hreinlega að hafa samband við heilsugæsluna og bara nota 112 og þá fáið þið leiðbeiningar. Þið þurfið ekki svo mikið, það sem þið þurfið að gera er að bara viðkomandi er inn á herbergi, hann hringir ykkur og segist þér veikur og þið hringir og fáið frekar leiðbeiningur og þar með er málið svolítið komið inn til heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að af því að hann er í sóttkví þá það sem er gert er að maður biður þennan veika að draga sig í hlé og lætur vita á honum. Það er bara, þetta er ekkert flókið. Og síðan er það ábyrgð, framhaldið er á ábyrgð heilsugæslunnar, heilsugæslan, heilbrigðisstarfsmaður upplýsir rakningateymið og málið fer í ferli. Og þá eru þið í rauninni svolítið bara á hliðarlínunni og fylgist með og gerir það sem það þarf að gera. Þannig að oftast er það viðkomandi fyrir sýnatöku og ef það er neikvætt þá heldur þetta bara áfram, ef það er jákvætt þá fer hann úr sóttkví og yfir í einangrun og svo bara fer ferlið í gang. En inn í þessum leiðbeiningum þarna til starfsmanna í atvinnulífinu þar er allt þrif á herbergi þegar hinn veiki er farinn úr því. Ok, ef það er ekki sem við vill bæta við, Guðrún Asprell, þú bara réttir upp hendi og eins hérna má ekki bara halda áfram. Nú þarna ef að grunur vaknar, ef að menn sjá þarna það er ykkur með ekki bara þekkingaskort, heldur hann er með einbeittan brotavilja og ætla bara að vera á Gullfoss og Geysi og víðar, að þá er þetta úrræði sem þið hafið. Ég veit ekki hvort að Jóhann vilja taka þetta eitthvað, er eitthvað sem að þarf að... Nei, þetta er rauninni það sem er bara í gildi. Og það er lögreglan síðan og þá er það aftur komin með bakhjall og lögreglan leiðbeinir áfram eða tekur málið í sínar hendur. Þannig að þið er ekkert ein, og þið hafið líka alltaf aðgang að okkur og þið hafið aðgang að ferðamálastofu. Þannig að það er svona við erum ykkar bakland í þessu verkefni. Og þá erum við komin á síðustu glæruna og ég setti þessa mynd, þetta er Víti og Askja,
Mér fannst þú svolítið lýsandi fyrir ástandi í dag. Það eru fáir á ferð og þeir sem eru á ferð eru í litlum hópum eða mjög langt á milli. Þannig að við vonum að þetta ástand vari sem skemmst allra styðst því að við hjá landlækni og lögreglu við gerum okkur alveg grein fyrir því ástandið er grafalvarlegt og við viljum öll að þessu ljúki sem fyrst. En þessi myndi líka nú þetta síðasta myndin og það er opið fyrir umræður og Elías stýrir umræðunum og við svörum eftir bestu vitund. Takk fyrir þetta. Er eitthvað að lokum sem þið viljið bæta við, Kamil eða Guðrún eða Jóhann? Nei, þá bara boltinn yfir til þín, Elías. Við tökum bara aftur kærlega fyrir. Já, og þá er bara spurning að fá hérna ef að fólk er með fyrirspurnir að setja það inn á tjattið hjá okkur. Það er nú, ég get ekki séð að það sé... Jú, það er komin á nokkrar. Ok, Halldór, ég sé einhverja hluta vegna ekki. Halldór, þú kannski lest þar upp, ég sé þar því miður ekki. Já, það er hérna fyrsta, það er spurt verða þessar nýju reglur endurskoðar eftir 14 daga eða er vitað hve lengi þessar reglur eiga verið í gildi? Akkurat núna er það ekki vitað en þær verða endurskoðaðar örugglega á vikufresti. Þær eru í sífelldri endurskoðun. Þetta er reglugerð, þetta er ekki auglýsing eins og það sem gildir samkomu takmarkanirnar, þannig að það er í rauninni engin endapunktur á þessu en þetta verður náttúrulega í endurskoðun bara eftir því sem að aðstæður eru að breytast og þróast og fyrir betri lausnir á einhverju og þessu. Já, reglugerðin gildi til 15. september en svo sem var undan gerði það líka, eins og Kamil að segja, þannig að þetta breytist eða þarf að breytast. Svo er hérna Kristján sem spyr getur gestur ákveðið að gista í 1 til 2 nætur í okkur og svo farið á annan stað, svo sem eins og á heimili eða annan stað og haldið áfram. Guðrún, vilt þú kannski svara þessu eða Kamila? Það miðað við að sóttkvíastaður sé einn staður og hann er skráður í forskráningarformi en það er leyfilegt að gista eina nótt á leiðinni þangað og þá er miðað við nálægt landamærastöð sem náttúrulega flestir komi í gegnum Keflavík en það gæti verið annars staðar. Og þá getur fólk fengið smá hvíld og það er náttúrulega ennþá samt í sóttkví en síðan getur það farið á þennan stað sem er skráði sóttkvíastaður. Svo er hérna Þorsteinn sem að bendir á að fólk staðsett á Kirkjubæjarklaustur, það aka 200 km í sýnatöku. Þeir að mínum mati allt á langt á Selfoss og Höfn er ekki möguleiki á að bæta við sýnatökustað á milli Selfoss og Hafnar. Ljóst að óbreyttu mikill aðstöðumunur, segir hann. Já, ég skal taka þetta. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu hefur yfirumsjón með sýnatökunni og það var dreift sérstaklega búnaði varðandi landamæri sýnatöku. Það eru tölvur og skannar og það eru sérstaklega merkingar á þessi sýni eins og eru notað í Keflavík og öðrum landamærastöðum þá voru það settar á þessar heilsugæslustöðvar sem eru þarna á listanum, sem eru 9. Og það hefur verið rætt bæði við heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og við umdæmislækni á Suðurlandi sem hefur með Selfoss og Höfn að gera, sérstaklega varðandi Vík og það hefur samt eins og það hefur ekki verið að sækjast eftir því að bæta þar við búnaði. En það er alveg í umræðinu en við verðum svolítið að leyfa þeim að ráða líka hvernig þeir vilja hafa þetta. En ef þetta kemur í ljós að þetta er mikil eftirspurn það kannski breytist núna því sem var áður þá er það auðvitað eitthvað sem að verði skoðað. Við erum með hér, við erum með hér forskráninguna og ætlum að reyna að fylgjast aðeins með póstnúmerum sem fólk er að skrá sem dvalarstað í sóttkví og leggja það til ef að það er verið að nota gistingu í kringum Vík og Kirkjubæjarklaustur eða annars staðar þar sem er ekki gott aðgengi að það verði alvarlega skoðað að bæta við sýnatökustöð þar. Þó það er ekki nema á einhverjum ákveðnum dögum eða eitthvað svoleiðis þá gæti það skipt miklu máli fyrir bæði gestina og eins gististaðina sem er á staðnum.
Já, næsta fyrirspurn er rauna kannski af sama meiði, þá er bent á að Suðurland sé fjölmenni ferðamannastaður og líkur á að gestir dvelji á svæðinu 5 daga og þá er spurt hvort það væri ekki sniðugt að gera þeim kleift að fara á Hvolsvöll eða til Víkur eða Kirkjubæjarklaustur í seinni sýnatöku, þannig að það er væntanlega bara sama svar er það ekki við þessari. Jú. Jú, það er sama svar, en þetta er líka í skoðun, þannig að við erum búin að skrá þessa beiðni eða ábendingu, þannig að þetta er komið inn. En svo er einn spurningarna fyrir ofan, Halldór, frá Katrínu og Þorsteini. Og taka hana. Já, fyrirgefðu, já. Ber gististöðum útvega gestum höfðagrímur, já. Höfðagrímur, nei. Það svarði nei, en hérna hins vegar biðjum við, það er mjög góð spurning. Því við biðjum ykkur sem rekstraraðilar að eiga grímur fyrir ykkur, ekki til að nota, heldur til að eiga ef eitthvað kemur upp á. Til að nota þá ef rekstraraðilar eða ykkur þarf að fara inn fyrir 2 metra, inn fyrir 2 metrana hjá gestinum, að þá er mjög gott að gististaðurinn eigi nokkrar grímur. Það gæti verið óvitlaust að svona panta aðeins umfram þannig að þau geti þá selt eða útvegað ef að kemur upp eitthvað ástand þannig að það sé tilefni til þess að reyna að útvega gestinum grímu. Því að það ykkur líka ef að gestur er með einkenni og á enga grímu að þá það ykkur ef að þið getur útvegað grímu. Þannig að við mælum með því að gistiheimilin eigi smávegis lager af grímum en ykkur ber ekki skylda til að útvega gestum grímur en leiðbeina þeim hvar þeir geti keypt grímur og þeir geti þá selt þeim grímur. Vona þetta að svara spurningunni? Þá er spurt þarna ef að gestir greinast jákvæðir eftir í seinni sýnatökunni. Hvort þeir þurfi að dvelja á þessum sama gististað áfram í 14 daga? Já. Það er ekki alveg sjálfgefið. Í fyrsta lagi þurfið þið að vera samþykkt í að hafa fólk í einangrun. Það er ekki alveg það sama að vera með fólk í sóttkví. Það fer líka svolítið eftir staðsetningu staðarins, það er ekki algjörlega undir ykkur komið því að ef að aðgengi að heilbrigðisþjónustu er ekki nógu gott ef það er lengra heldur en bara klukkutími í heilbrigðisþjónustu þá er það ekki góður staður fyrir einangrun. Það er margt með að fólk sé sem næst sjúkrahúsi því að þegar fólk veikist þá getur í versnað mjög skart. Þannig að það er í rauninni frekar gert ráð fyrir að fólk verði þá flutt í sóttvarnahús sem er í umdæminu. Frekar heldur en að sé á hóteli. Það er ekki bannað tæknilega séð ef að þið eruð tilbúin til þess en það yrði aldrei þannig að fólk yrði þar nema kannski bara rétt á meðan væri verið að koma því í annan stað ef að þið viljið ekki hafa fólk í einangrun hjá ykkur. Þannig að við biðjum ykkur líka lesið munin á sóttkví og einangrun. Þannig að sá sem að greinist jákvæður hann fer í einangrun. Hann er komin þá í annan flokk. Hann er ekki lengur í sóttkví. Þannig að þá er hann undir stöðugu eftirliti heilbrigðisþjónustu. Nokkuð að segja með það. Þetta vonandi svara þetta spurningun og þá næsta. Já, þá er spurt hvort að gististaður geti fengið staðfestingu frá heilsugæslu að seinni sýnataka hafi verið neikvæð eða hvort að gististaður þurfi að fá þessar upplýsingar frá gesti. Það verður að koma frá gestum. Er það ekki? Viltu bæta ykkur við, Guðrún? Þetta verður að koma frá. Getum við fengið staðfestingu til gististaðarins? Nei, ég held ekki. Þetta er náttúrulega persónuupplýsingar sem viðkomandi fær. Og heilsugæslan er í rauninni ekki með að ganga þessu heldur. En við líka höfum samband við alla sem eru jákvæðir, þannig að það mun aldrei leyna sér. Já, þeir mun aftur á móti vita það. Varum við ekki að treysta því að flestir vilji nú bara vilji upplýsa og láta vita því að þeir mun þá þurfa á okkur þjónustu að halda.
kannski ágætt að það komi kannski aðeins skýrara fram að ef að gestir eru jákvæðir, að þá að sjálfsögðu haft samband við forsvarsmann viðkomandi gististaðar, ekki rétt? Nei, kannski ekki. Það er haft samband við viðkomandi og gerðar ráðstafanir í samráði við hann, alveg skýrt. Þannig að það mun aldrei fara neitt milli mála á. Hann verður beðinn að upplýsa sinn, það ekki, sinn gististað, það ekki? Mögulega að vera þannig? Jú, mögulega þurfa að fá einhverju upplýsingar frá gististaðnum og þannig að ég myndi allavega segjast það að menn þurfi að sýna fram á að þeir séu með nei. Ég sé kannski engan þörf á því þar sem það verður haft samband við alla sem fá já. Þeir koma inn í kerfið. Já. Og það ekki gert ráð fyrir að þeir sem eru með virkt smit verði áfram á gististað nema það sé í boði, þannig að þá fara þeir annað áður en að bókun lokið. Já. Ok, ég vona að þetta hafi verið svarað. Svo spurt hvort að gestir geti tekið leigubíl í Keflavík og ekki á gististaði stór á landi og tekið út sóttkvína þar ef að sá staður sé tilbúin að taka á móti honum. Já. Hann getur tekið leigubíl en það ekki bílaleigubíl og hann getur tekið bílaleigubíl, leigubíl og hann getur tekið bensín á bílaleigubílinn ef hann afgreiðir sig sjálfur. En hann þarf eiginlega hann á ekki að stoppa á leiðinu á veitingastað eitt slíkt. Hann þarf að halda sig frá fólki á leiðinu en gististaðurinn má taka við honum á Austurlandi, já. En ekki leigubíl, sem sagt. Jú. Hann má taka leigubíl, já. Já. Sér útbúinn COVID-bíl. Og við erum með fund á eftir með leigubílunum. Það eru búin að koma upp svona ákveðnir. Það vantar svona aðeins að styrkja leigubílstjórana. Hvernig þeir gera þetta? Svo sem sagt spurt hvað gerist við gestur einhverju sýktur, hvort hann verði þá áfram hjá okkur eða hann fluttur annað og þið voru eiginlega búin að svara þessu, var það ekki? Jú, þá fer hann úr sóttkví í einangrun. Þá lækningateymi með allar upplýsingar, ekki satt? Jú. En þetta getur, eins og kom fram á hann, þetta getur náttúrulega verið eitthvað samkomulagsatriði ef að það hentar og allir eru tilbúin til, þá ekkert útilokað, þetta ekkert eitthvað sem óframkvæmanlegt. Það eru ákveðin takmörk á því samt. Það ekki alveg hægt hvar sem og þið eruð að vera sátt við það og það mjög mikilvægt að starfsfólkið væri sátt við það. Já, það mun meiri áhætta. Sóttkví lang flestir eru ekki smitaðir og engin smithætta af þeim þó þeir séu í sóttkví. En þegar þú ert komin í skilgreinda einangrun þá er það töluverð smithætta af viðkomandi. Hér spurt hvort að glærurnar verði aðgengilegar áfram. Mín tillaga er að þær verði sendar ykkur. Af því það eru svo margir hleggilar sem þið getið nýtt upp. Og ekki bara að senda ykkur heldur biðjum við ykkur að upplýsa ykkar starfsmenn. Að taka glærurnar áfram og hafa þær aðgengilega fyrir alla starfsmenn gistiheimilana og hótelana. Já, við setjum glærur bara, svo ég grípi þennan bolta líka, við setjum þessar glærur inn á COVID-linkin á ferðamálastofa.is. Frábært. Já, og getur sendt þær í pósti líka. Já. Kolbrún bendir hérna á að Vík hafi sinnt sýnatöku. Já. Ekki sjúklingasýni? Nei, þeir hafa eitthvað tekið en það er ákveðið vandamála því þá fær fólk ekki niðurstöðun eftir venjulegu leiðum. Það er betra að það fari í gegnum rétta tölvukerfið því að annars slitnar svolítið tengingin við einstaklingin í að skila niðurstöðunni. Það er alltaf reynt að passa upp á þetta en það hefur verið vandamál og það hefur slitnað. Þá fær fólk ekki niðurstöðuna sínar og veit ekki hvort að getur ekki sýnt fram á að sé neikvætt.
Það líka aðeins munur á bara venjulegum sýnatökum á heilsugæslunni vegna COVID, til þess að einhver með einkenni. Vík tekur náttúrulega alveg svoleiðis og sinnir almenn læknisþjónustu og öðru. Við erum sérstaklega að tala hérna þessa landamæraskimun og það er svolítið annað kerfi í kringum það. Svo spurning hérna á ensku, það sem spurt, if a guest in quarantine can fill up benzene at the pump outdoor without entering the gas station? Yes. I think we did answer that. Can, as long as he doesn't associate with other persons at the gas station. He has to help himself out. Self-service. Það eru flesta bensínstöðvar að reyna að passa að séu hanskar við dælurnar núna. Þannig að það er ágætt að nota hanska þegar maður er í sóttkví að dæla. Most of the pump providers are trying to make sure that there are gloves at the pumps these days. So it's good to point out to the guest if they ask you about this to use the gloves that are provided at the pump. Svo spurt hvað gerist ef gestur tjekkar sig út af gististað áður en sóttkví lýkur, hvernig gististaðar á að bregðast við? Það geta verið svo margar ástæður fyrir þessu. Það er svolítið erfitt að ætla einhver viðbrögð sérstök. Ef þeir eiga bókað út sóttkvína og tjekka sig út í miðju kafi, að þá kannski svona allt í lagi að penta spyrja, er allt í lagi, getum við gert eitthvað betur til að þú berir okkur góða sögu. En ef hann er bara bókaður hjá ykkur í 2 nætur, þá getur alveg verið að hann sé bara hér á landi í 2 nætur og fari, og það er ekki bannað ef að sóttkví er út af ferðalagi til Íslands. Þá er engin skylda að vera hér í 5 eða 6 daga. Þú ferð bara þegar þú ætlar að fara, svo lengi sem þú ert ekki jákvæður eða tengdur tilfelli í flugvélinni eða á ferðalaginu. Svo lengi sem þú ert ekki komin í einangrun, þá getur þú farið heim. Já, eða reyndar ef þú situr við hliðina á einhverjum sem fer svo í einangrun, þá ferðu í öðruvísi sóttkví. Já. Þannig að gesturinn má fljúga aftur í burtu, þannig að það er svona aðeins að hlera á gestunum af hverju ertu að fara og hvert ertu að fara, og ef að einhver grunur vaknar að þá bregðist við með því að fá ráð hjá lögreglunni. Það er svona lokað, það er svona þrautalending. Það er bara mjög líklegt að það séu góðar og gildar ástæður fyrir þessu, en það er ekki alveg víst. Svo bent hérna á að gestir í sóttkví geti ekki keypt grímur, má ekki að vera í búð, og þá er spurt verði við að aðstoða með grímur ef að gestir þurfa. Já, ef að gestir óskar eftir því að hluti af þeim kröfum sem eru gerðir til gististaða er að þeir geti aðstoða gestina við að útvega það sem þá vanhagar og ef að gestur biður þetta, þá biðjum við gististaðinn að aðstoða eins og best má verða, en margir sem koma til Íslands í svona aðstandi eru með grímur, það er grímuskylda í flugvélinni og þeir koma nú oft birgir hingað. En mér fannst góð þessi hugmynd sem kom fram áðan að það sé hægt að selja að gististaðirnir geti selt þetta á kostnaðarverði áfram. Svo er spurt hérna, ef gestur er sýktur, gæti hann ekki bara beðið lengri gistingu án þess að segja frá? Ég held ef hann gefur upp eitthvað heimilisfang sem er hótel, að þá þurfum við að vera vissum að það sé samþykkt af viðkomandi gististað. Þannig að þetta leysist þessi mál leysast að sjálfu sér þegar að koma jákvæð tilfelli. Og það er eins með þetta, kannski bara smá viðbót varðandi þá sem er að fara að tjekka sig út. Að auðvitað er gott ef fyrir liggja einhverju upplýsingar, ef hann að fara á annan gististað eða hann bara farin á landinu, því að það getur náttúrulega komið til, og þetta kemur aðeins inn á skráningar á gististöðum, að það getur komið til að við sem hafa samband, getur ekki verið að þessi maður sé hérna, það sé verið að leita á honum, og þá er gott ef einhverju upplýsingar liggja fyrir ef það kemur upp.
Svo er spurt hérna hvar gististaður geti sett upplýsingar mann kjósi ekki að hafa gesti í einangrun? Já, Hvað segir, hvað er það? það er ef hann kýs að hafa hann ekki í einangrun. Hann býður honum í sóttkví en ef hann í einangrun þá vill hann að hann fari. Er það ekki bara sem er leyst? Er það ekki bara hvert einstakt mál skoða fyrir sig? Þá lætur hann vita og við komum þeim upplýsingum til skila. Því að þá er rakningartími komið í samband við þennan aðila og mjög líklegt að hann fari í farsóttarhús. Og ég sér ekki til fyrirstöðu að þið séu með bara merkingar, hvort sem er á heimasíðunum ykkar eða á herbergjunum eða í andirinu eða hvað, að það sé ekki búið að vera í einangrun með COVID-sjúkdóm. Þetta leysist, þetta er klárlega þannig að það mun ekki leynast einhverju gestir sem eru með orðnir jákvæðir í einangrun á þess að eigandi eða gististaðurinn sé upplýstur það. Það kemur ekki til. Miriam hún spyr hérna grímur sem að það á að nota þegar farið inn í aðstöðu þar sem fólk er í sóttkví, hvort það sé þá ekki vera að tala grímur sem vernda beggja megin, ekki ódýrari tegundir. Í fyrsta lagi, ef þið þurfið ekki að fara inn þar sem er fólk í sóttkví, þá er það betra. Og í raun þetta er ekki svo langur tími, það er best að sé bara sem minnst farið inn á herbergið og í raun ættu þið ekki að fara inn á herbergið þar sem er gestur sem er í sóttkví. Það væri frekar ef það er algjörlega nauðsynlegt að fara inn á herbergið að gesturinn fari þá í smá göngutúr á meðan. Það er miklu betri vörn heldur en að vera með einhver grímu, hvort sem að það er góð gríma eða ekki. Það er þegar í rauninni hafið sennilega ekki aðgang að því sem er kallað veiruvaldagrímur, sem er það sem þarf að nota ef einhver er í einangrun. Þannig að þið notið þær grímur sem að þið hafið ef þið eru í meira návígi heldur en 2 metra frá einhverjum sem er í sóttkví, en best er að bara hreinlega vera ekki inn á herberginu. Fara bara ekki inn á herberginu, jafnvel þó að gestur sé ekki þá er betra að vera ekkert að fara þar inn ef það er ekki algjörlega nauðsynlegt. Og það kemur af því að það er mjög gott að merkja á hurðinni að gestur í sóttkví ekki fara inn, eitthvað slíkt. Bara bannað að fara inn. Já, það var allavega skráð fyrir það sem sinna ræstingunni, hvaða herbergi á ekki að fara inn á. Nema með fyrirfram samtali við annarkvort einhvern stjóra á hótelinu eða hvernig þið viljið útfæra það. Og ef eitthvað bílar á herberginu eins og Kamilla segir að fara að senda gestin út á meðan verður að gera við. Ok. Nú Unnur segir þetta, mér finnst óþægileg staða ef að fáum ekki upplýsingar ef gestur sem dvelur hjá okkur væri jákvæður. Já, ég kom inn á þetta. Þetta er búið að svara þessu, það myndi ekki gerast. Þannig að Svo spurtu hvaða upplýsingar ferðamenn fái á flugvellinum í hvaða formi, hvort það sé frá svona orði til orðs eða hvort það sé bæklingur. Bæklingurinn er í prentun. Í dag fá þau svona einblöðung annarkvort á ensku eða íslensku. Það er ekki komið á fleiri mál en það er í þýðingu og þetta verður þannig eins og var með heimkomusmitgátuna að fólk fékk þetta bara í hendurnar á flugvellinum. Þetta verður líka á netinu þegar þetta er komið í endanlegt form með munir að hafa enda í 6 tungumálum og það er líka talað við fólk. Það eru svona ýmis skilaboð líka til, það er til myndband og fleira sem að getur nýst og við erum með upplýsingar reglur í sóttkví og svoleiðis. Það er komið á ensku og það er í þýðingu yfir á önnur mál.
Og það var aðlagað, við höfum verið með leiðbeiningar fyrir sóttkví í heimahúsi og við ákváðum að fyrst að þetta úrræði varð svona þar sem að fólk getur verið hér í styttri tíma og þekkir ekki aðstæður hér, þá gerðum við sérstakar leiðbeiningar fyrir þá sem hér gestkomandi og það verður fylgt á sömu mál og bæklingurinn forskráninguna og svona helst stutturreglunar. Já, og næsta kannski tengist þessu vandalega, það hérna spurt hvort það séu til staðlaðar upplýsingar handa gestum, þess að hvort það séu aðgengilegar hjá okkur á ensku og öðrum tungumálum. Já, það búið að svara þessu. Svo spyr hérna Ólöf, hvernig getur gististaður staðfest við check-in að gestur sé að koma í sóttkví? En það í rauninni bara með einhverju samræðum, hvaðan ertu að koma til okkar? Ertu búin að vera hérna lengi eða eitthvað þess háttar? Það er ekki kannski með klár staðfesting. Fólk myndi varla bóka sig í sóttkví hjá ykkur nema það væri rétt, en hvort það myndi segja já, ég býr í mánuð og það er ekki sagt, það er ekki víst að þið geti verið viss að það sé rétt. Náttúrulega eins og þá eru allir að fara í sóttkví sem koma erlends frá, en það er þá bara þeir sem búa hér sem þetta ætti ekki við, en þetta gæti það breyst ef áhættusvæðin breytast aftur til dæmis, en eins og eru allir undir þessu. Já, það er alltaf túristar sem eru búin að vera í viku, komið fyrir viku síðan og eru að koma að bóka sig í kvöld. Já, þá má spyrja hvenær komstu til landsins. Það gæti verið spurning þá sem ferðaþjónustuaðili getur spurt. Ertu ekki örugglega að koma í sóttkví? En þetta er alveg pottþétt veikleiki. Og þá áfram. Þá er spurt hvort að vinir sem koma saman til landsins geti tekið bílaleigubíl saman á leið til gistiheimilisins. Já. Já. Þá er lítið á þá sem fjölskyldu. Og þið geta á deilt herbergi eða hvað? Nú spyr ég hérna, nú er ég alveg gestur á fundinum. Þið sjá það verið með this is learning by doing, við erum að læra meðan við tölum við ykkur. Það er þeirra val. Það er þeirra val. Í vor þegar kom á sóttkví ferðamanna sem að hafði ekki verið og þá var í rauninni tekið svo á bolli að fólk sem að ferðast saman og ætlaði að deila herbergi hvort þið að það þá ekkert við einhverjar annarlegar aðstæður. Það má bara ekki setja saman í herbergi fólk sem að þekkist ekki og gæti ekki sagt frá því hverjir hefðu verið í sama herbergi ef að einhver svo jákvæður. Það þarf að vera hægt að rekja smitið til þeirra sem að gista á sama stað. Og gesturinn þarf að vita það, þannig að ef fólk þekkist þá er það deila í. Þannig að ef þeir eru vinir þá mega koma saman í leigubíl og þeir mega deila herbergi. Ok? Svo hérna, þú segist þið að fá gesti til sér á morgun í 2 nætur sem að koma til landsins á morgun. Ég segist þið eru með undan þá í sóttkví og að vinna borð í bát. Þeir gætu verið með það sem við kallaðum undan þá til að vinna í sóttkví, en á staðnum, á gististaðnum gilda allar reglur sóttkví, en þeir mega sem sagt fara frá gisistað og borð í bát eða á vinnustaðinn. Kannast reyndar ekki við að það sé neinn sem að fara í gildi á morgun og það er ég sem afgreiðar, en það er ekki alveg útilokað að þetta sé satt, en það er mögulega misskilningur þarna, því að þeir eiga að virða allar reglur sóttkví á gististaðnum. Og þeir mega ekki fara út í matvöruverslun eða þess frekar en aðrir sem eru í sóttkví. Þó þeir megi starfa á ákveðnum skilgreindum stað sem er búin að fá sér leiðbeiningar hvernig eigi umgangast einstakling sem er í sóttkví. Já, þannig þá þú ert líka búin að svara hérna framhaldsspurningunni sem hvort hann megi koma inn á veitingastaðinn eða borða inn á herbyggi. Það má ekki vera það sem aðrir eru. Nei, einmitt. Svo spurt ég að hægt að setja sig á lista sem eingöngu tekur við í sóttkví ekki einangrun?
að það í rauninni þessi listi, sko, þessi listi ætlað hótelum sem taka á móti gestum í sóttkví. Hótelin og gististöðir eiga ekki að vera úrræði fyrir einangrun. Ekki nema það sé þá sérstaklega rætt og það yrði aldrei neinn krafa af yfirvöldum að fólk væri út úr kvittinu og pappinu á einhverju hóteli þar sem starfsfólki væri ósátt við það og eigendur ósáttir við það og það myndi aldrei. Þannig að Það er kannski hægt að ítreka það að það eru sóttvarnarhús í hverjum og einum landsfjórðungi. En þetta ekki að lenda í þessu sem að hótelið á Kanarí lenti í. Okkar stefna hefur verið að vera frekar með úrræðis þar sem að allir eru vel undirbúnir og vel staðið að hlutunum og ekki hrúa saman fólki sem hefur mismikla áhættu og misvel undirbúið. Það eru ráðstafanir gerðar varðandi þetta í fyrsta símtali sem að viðkomandi fær þegar hún er tilkynnt að sé jákvæður. Já. Frá Landspítalanum, þá eru strax gerðar ráðstafanir varðandi þetta. Og það hefur gengið hingað til. Þessi tilvik hafa alveg komið upp varðandi ferðamenn og hefur ekki verið neitt vandamál. Þá er það næsta. Já, þá hérna nú sýnist mér svo að fara að styttast í þessu. Það er svo sem þetta kannski mál sem við höfum nú rætt eitthvað, það er hérna, sem sagt var þetta það gististaðurinn viti sjálfur sér ekki sjálfur hvort að gesturinn er jákvæður eða ekki, nema gesturinn segir sjálfur frá því. Og ef að gesturinn á flugheimitt er nú nokkra daga og sjálfur bera ábyrgð því að láta vita, ef hann hefur verið greindur þá má reikna með því að koma upp atvik þess að gestur segir ósátt frá til þess að komast til síns heimalands með því flugi sem hún átti bókað. Og þá er hérna framhaldinu hvort það sé ekki hérna hægt að biðja gestum að senda sem sagt gistista svarið hann hafi feikið neikvætt svar. Já, sko. Þetta er já. Já, þetta er enda máli með rauninni allt þetta system sem hefur verið í gangi núna þetta ár. Þetta er náttúrulega reynir alltaf á samstarf og við náttúrulega erum að stóru hlutar náttúrulega erum að treysta á þeim ferðamönnum sem koma inn til landsins. Maður treysta á samstarf og menn fara eftir reglum og það er númer 1 að í svona heildina séð að allir fara eftir reglum en síðan verður komið upp einhver tilvik sem við getum ekki ráðið við en það er náttúrulega miklu eða svona lítill hluti sem með einhver svona undanbrögð verður við að vona. Það er eftirlit með þeim sem eru jákvæðir. Það er heilbrigðisþjónustan hefur eftirlit með en það er ekki á ykkar höndum að fara í einhvern ég veit ekki hvað til lögguleikur að halda fólki á staðnum. Það er bara alls ekki ykkar ábyrgð. Nei, gististaður og ég reyndar að tala almennt bara varðandi þá sem er sóttkví en varðandi þá sem er greinast jákvæðir þá myndi ég halda að þá almennt séð þá þurfa gististaðir ekki að hafa mikla áhyggjur af því. Það hefur verið leyst hingað til að þeir fara í sóttvarnahús og bara vonum að haldi allt það system. Og ef sóttkví er bara vegna ferðalags þá eru þeir frjálsir ferða sína úr landinu. Þeir mega alveg fara ef að sóttkví er vegna ferðalags án þess að maður gerir innan 2000. Svo eins og spyr hérna, nú er bókun hjá mér í 4 nætur frá næsta mánudegi. Það sé þá í rauninni ekki í lagi samkvæmt þessum reglum. Þessi 4 nátta bókun. Það er alveg hugsanlega í lagi því að það getur verið að viðkomandi sé með gistingu eina nótt á leiðinni til hennar og eina nótt á leiðinni tilbaka sko. Og það væri samt í samræmi við reglur. Ef viðkomandi er ekki lengur heldur en þetta. Já, það er annað tilvik, svo getur vel verið að viðkomandi sé ekki nema 4 daga á landinu eða 4 nætur og þá er þetta líka alveg í lagi. Þannig að það er ekki hægt að segja að þetta sé eitthvað undanbrögð endilega. Svo er spurt hérna hvort að gististaður geti komist að því hvort gestur sé nýkominn til landsins ef að grunur leynist að viðkomandi sé að ljúga, til dæmis fengið upplýsingar frá yfirvöldum. Ekki fengið upplýsingar frá yfirvöldum en mögulega sent ábendingu og það er þá
Þetta svona grunur hægt að athuga það hjá okkur sko, og þið myndi ekkert endilega fá endurgjöf á það, en ef að þið hafið grunsemdir það og það reynist vera líklega rétt, að þá frekar líklegt að það kæmi heimsókn. Og það má alveg búast við einhvers konar eftirliti af hálfu lögreglu með því að það sé verið að fara eftir þessari sóttkví. Þannig að einhverjum svona ábendingar sem berast lögreglu, þær verða þá bara skoðaðar. Þannig að svarið kannski að setja sig í samband við lögregluna í þessu tilviki. Já, allavega ef að menn hafa einhvern svona, ef þeir eru óöruggir og finnst þetta eitthvað skrítinn gestur miðað við ástandið, þá er sjálfsagt að hafa samband við sín lögreglunni í sín umdæmi og spyrja og leita ráða. Og lögreglan er vön að fást við svona, menn er aldrei upplifað sjálf einir. Nei, og þá kemur undir henni bara sem ábending til lögreglunar. Svo það bara skoðað, kannski einhver skýringar á þessu. En þannig að gististaðurinn fær kannski ekki svarið beint, en hann er þá búinn að koma þessu frá sér. Aldrei sé mikilvægt fyrir. Svo spurt gott og hver sem geti boðið upp á sóttkví, til dæmis Airbnb íbúðir eða hvort það þurfa sérstaklega að skrá sig? Já, sko það kemur fram krafan, kemur fram hjá Ferðamálastofu, hvaða kröfu við gerum til gistiheimilana, og ein krafan er svo að það þarf að vera einhver gestgjafi. Og ef þetta Airbnb íbúð, þá þarf að vera gestgjafi sem að til staðar fyrir gestin. Þannig að Airbnb íbúð ekki það sem eins og við sjáum þetta fyrir okkur. Við sjáum þetta fyrir okkur eins og sé okkur í návígi við nálægt gestinum, getið veitt honum aðstoð umfram þessa venjulegu ferðamanna aðstoð. Í vor voru samt einhverjir sem að buðu þetta, sem sagt voru búnir að fá bókanir á Airbnb og tóku bara á sig að koma með vistir fyrir fólk. Og það getur ekki alveg verið hvernig Airbnb sem því að þetta herbergi inn á heimili hjá okkur, og þá náttúrulega gengur það eiginlega ekki og þess aftur sko, en það er alveg hugsanlegt að þeir sem eru með einhverju Airbnb íbúðir geti líka sinnt þessu, en þeir þurfa þá að taka það á sig að sinna. Taka á sig að sinna sínum gestum. Það aðalega að mann lesi kröfurnar. Síðan næsta. Svo það kannski eitt sem þessu tengist, þegar ég veit að við Ferðamálastofu höfum svolítið fengið þar spurningar hvort það sé sem sagt skylda fyrir gististaði að skrá sig á þennan lista, eða hvort það rauninni geti hver sem tekið á móti gestum svo lengi sem mann uppfylli þessar reglur sem mann kveðir á eða leiðbeiningar. Þetta þarfnast nánari skoðunar. Þetta líka við settum þetta inn að menn þyrftu að skrá sig til þess að auðvelda bæði að kröfurnar væri skýrar og að það væri meiri upplýsingar hvar væri hægt að vera í sóttkví, en þetta þarfnast nánari skoðunar. Ég held við sem ekki tilbúin kannski að svara þessu akkurat núna. Lagalega séð engin skylda til að uppfylla einhver ákveðin einhverja flokkun sem gististaður, en ef það aðstaða sem í samræmi við húsnæði sem í okkar leiðbeiningum, að þá í rauninni Já, við höfum svarað, svo bara til að svara því, þá höfum við svarað þessu þannig að þetta sé ekki lagaskylda. Getur þetta flokkast upp í gæði? Svo framalega sem að gististaðir uppfylli settar reglur sóttkví. Já. Er það ekki grundvallaratriðið? Jú, það grundvallaratriðið, en það ekki, það hvergi í reglugerðinni að einhver flokkur sé skilyrði, heldur þetta í leiðbeiningum sóttkví hjá sóttvarnalækni. Og þar það fyrst og fremst bara að það gengur ekki að vera með hostela sem þú blandar saman einstaklingum sem að þekkjast ekki og geta ekki sagt frá því að þeir hafi gist í sama rými og einhver annar. Geta ekki greint frá því hver sá aðili og sama með salernisaðstöðu, hreinlætisaðstöðu. Nú ferð að síga á seinni hlutan hjá okkur. Klukkutíman. Það eru hérna 2 eftir. Það spurt hvort að má fara í sóttkví með gestum í litlum hópum. Til dæmis 6 manns sem ferðast saman sem í sóttkví til að geta þjónað þeim betur.
Ef þeir haga sér eins og fjölskylda, ef þeir eru nánir vinir. Ég held að það sé að meina leiðsögumaður eða rekandi eða eitthvað þess að það er í rauninni ekki til. Ég skil spurninguna þannig að ég verið að spyrja það. Já, þetta sé sem að fólk komi í svona ferð þess að það er í sóttkví allan tíman en er samt að njóta einhverjar dagskrár og fleira. Þetta er... Að leiðsögumaður sé það bara í sóttkví með því sem sagt. Það er í rauninni ekki í lagi núna. Þetta er eitthvað sem hefur verið svona, hefur endurtekið borið á góma og það er verið að skoða hvort það sé hægt að útfæra eitthvað svona en þið eruð alltaf að vera með í ráðum með það hjá Ferðamálastofnun. Þannig að það er bara ekki komin nein lausn sem að leyfir þetta ennþá. Og það er akkurat þetta, þú veist, það sem Kamilla er að segja, það þarf tíma. Við höfum ekki átt þennan tíma til að útfæra svona og þetta þá laust til lengri tíma en það eru komnar margar svona fyrirspurnir og við vonumst til þess að geta að skoða þetta og erum við alls ekkert neikvæðar og þetta var það að vera svona lengri tíma laust. Við erum að skoða þetta. Já. Við erum að skoða þetta, við höfum ekki getað þróað. Við erum ekki komin að niðurstöðu. Svo þá held ég bara hérna síðasta spurningin þá spurt, ég að skilja rétt að gestir í sóttkví geti farið í bílferðir og skoða sig svo faramanlega saman heldur 2 metra reglunni? Hann fer ekki í skoðunarferðir, hann forðast þessa fjölmennu staði en eins og þess að hann gæti farið í bílferð, hann gæti verið á Þingvöllum á kvöldi til þegar aðrir gestir eru farnir heim. Eins og við gerum gjarnan Íslendingar, við leggjum ekki leið okkur á Þingvöll á miðjum degi þegar það er allt fullt á rútum. Það er þetta leiðbeina þeim svona að fara það sem fámennið og fá sér göngutúr. Það er svolítið ákveðin takmörk, það er sérstaklega tilgreint að þú megir ekki fara á milli, það er orðað held ég milli towns á ensku, milli sveitarfélaga á íslensku nema að eigir eitthvað erindi. Þú getur ekki farið frá Selfossi upp að Gullfossi bara til þess að sjá hvað þú kemst nálægt og sjá Langjökul og eitthvað þess að það. Hann getur ekki verið að skipuleggja dagsferðir. Nei, það er bara af því að það er alltaf slysahætta þegar maður er á þvælingi og það hafa komið upp endurtekið tilvik þar sem að viðbragðsaðilar koma að slysum þar sem að eru einstaklingar í sóttkví og það er vandamál. Þannig að það má ekki fara í skoðunarferðir í sóttkví. Heyrðu, þá held ég að við sláum bara botnin í þetta hér hjá okkur í dag. Ég bara kæra þökk Íris, Guðrún, Kamilla og Jóhann og Halldór fyrir að lesa upp spurningarnar og stýra fundinum. Og eins og ég sagði áðan að þá verður upptakan, hún verður aðgengileg núna á eftir inn á vef Ferðamálastofu. Leiðbeiningarnar sem er búið að vísað í hérna áðan í erindunum, þær eru mikið af þeim eru inn á ef þær eru ekki inn á COVID síðu Ferðamálastofu að þá eru þær inn á síðu landlæknis og glærurnar þær verða líka aðgengilegar inn á vef Ferðamálastofu núna á eftir. En bara þessum orðum sögðum þá bara þakka ég ykkur öllum kærlega fyrir þáttökuna og takk fyrir góðar spurningar. Og ef það eru einhverjar, ef það er eitthvað óljóst ennþá þá bið ég fólk að senda fyrirspurnir á okkur á Ferðamálastofu. Og svo er náttúrulega mjög mikið af svörum inn á covid.is líka. Þannig að bara eigið þið góðan dag og bara kæra þökk fyrir þáttökuna og takk þið hjá landlækni. Takk sömuleiðis fyrir þetta tækifæri. Ég held að svona samtal hjálpa okkur alltaf. Við erum líka búin að læra mikið síðasta klukkutíman. Höldum ótrúlega áfram. Takk kærlega. Já, bless.